kynjajafnrétti og ég heiti Elísabet Harðardóttir. Kynhlutverk eru þær væntingar samfélagsins sem tengjast því hvernig karlar og konur eiga að haga sér, hvað þeir eiga að kunna og hvað hlutverk þeir eiga að hafa í fjölskyldu, vinnu og samfélagi. Til dæmis er oft búist við að karlar séu sterkir, ákveðnir og leiðtogar, á meðan konur séu umhyggjusamar og annast heimili og börn. Þessi hugmynd réttu hegðunina fyrir kynin er lærð frá ungum aldri og getur haft áhrif á val á námi, starfi og lífsstíl. Heimsmarkmið. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna jafnrétti kynjanna. Heimsmarkmið 5 snýst að tryggja jafnrétti og styrkja stöðu kvenna og stúlkna alls staðar í heiminum. Þetta felur meðal annars í sér að uppræta kynbundið ofbeldi, tryggja jafna þátttöku í stjórnmálum og vinnumarkaði og tryggja að konur hafi sömu tækifæri til menntunar og tekna og karlar. Jafnrétti á heimsvísu. Ísland er í fremstu röð þegar kemur að jafnrétti kynjanna. Til dæmis hefur Ísland oft verið valið sem eitt af jafnréttisvænustu löndum heims af World Economic Forum. Þrátt fyrir það eru mörg lönd sem standa verr að vígi. Í mörgum löndum eru konur undirboðnar á vinnumarkaði, fá minna aðgang að menntun og eru minnihluti í stjórnmálum. Ísland stendur sér vel í kynbundnu launajafnrétti, hlutfalli kvenna í stjórnunarstöðum og samfélagslegum stuðningi, en enginn staður hefur fullkomið jafnrétti. Hver er staðan hjá okkur þegar kemur að jafnréttismálum? Launamunur. Þrátt fyrir framfarir eru konur enn með lægri laun en karlar í sömu störfum á Íslandi. Óútskýrður launamunur, þar sem ekki má útskýra með menntun, reynslu eða starfstíma, er 5-7% á Íslandi. Kyn í áhrifastöðum. Karlar eru enn yfirgnæfandi í æðstu stjórnunarstöðum og stjórnmálum, þó að konur hafi aukið hlutdeild sína mikið síðustu áratugi. Kyn í menntamálum. Konur eru í meirihluta í háskólamenntuðu starfsfólki og útskrifast í fjölmörgum greinum, en karlar eru enn yfirgnæfandi í ákveðnum tækni- og verkfræðigreinum. Kynhlutverk. Kynhlutverk hafa minnkað með tímanum, en samt er ennþá algengt að konur taki meira ábyrgð á heimili og umönnun barna, sem getur haft áhrif á starfsferil þeirra. Önnur málefni til viðbótar eru áskoranir eins og kynbundið ofbeldi, hlutdrægni á vinnustað og staðalímyndir sem hindra jafnrétti. Ísland hefur þó sett lög og reglugerðir sem stuðla að jafnrétti, eins og jafnréttisstefnur fyrirtækja og jafnlaunavottun. Hvað hefur verið gert á Íslandi síðasta áratugi? Það sem er jákvætt, lög jöfn laun og jafnrétti kynjanna, aukinn fjöldi kvenna í stjórnmálum og stjórnunarstöðum, jafnlaunavottun fyrirtækja, aukinn stuðningur við feður með fæðingarorlofi og jafnari ábyrgð í heimilisstarfum. Það sem er neikvætt er ennþá óútskýrður launamunur. Kynhlutverk og staðalímyndir halda áfram að hafa áhrif á val einstaklinga, stundum skortur á raunverulegri jafnréttisframkvæmd á vinnustöðum eða í stjórnmálum þrátt fyrir lög. Og smá ígrundun frá mér. Þrátt fyrir mikla framþróun eru nokkrir vankantar við að ná fullu jafnrétti. Menningarlegir þættir og staðalímyndir haldast áfram að hafa áhrif á val einstaklinga. Launamunur og kynbundin mismunun birtist á ýmsu vegu, bæði opinberlega og óformlega. Kerfisbundnar hindranir, stjórnmálum, atvinnulífi og menntakerfi takmarka jafnrétti. Það sem mér finnst mikilvægt er að halda áfram að fræða fólk, styrkja jafnréttislöggjöf, styðja feður í hlutverki sínu á heimili og vinna að jafnari dreifingu valds og ábyrgðar í samfélaginu. Meðvitund, löggjöf og samfélagslegu stuðningur er lykillinn að því að jafna stöðuna enn frekar. Ég tel mig vera bjartsýn á að með áframhaldandi vinnu og vitundavakningu getum við ná raunverulegu jafnrétti í framtíðinni. Og hérna eru heimildir og takk fyrir mig.